Það held ég þér að hlusta á þáttinn FM 95 Blö á FM 957. Það mánudag sem þýðir að þetta er FM 95 Blö plus Björn Bragi, verður velkomin í stúdíóið. Heyo! Hvað segir kjallinn? Ég segi gott. Nei, ekki? Jú, er þú. Ferskur eftir helgina? Mjög ferskur. Ok, stóðustu við janúarblö? Nei. Í alvörunni? Ertu fallinn? Ég fjall. Nei. Jú. Ertu fullur með helgina? Já. Hvað að gera? Ég bara félagarnir fór eitthvað skipulega ekki út að borða. Það sagðist ekki alltaf, þú ætlar að taka allan í janúar? Jú. Þetta viljastyrkurinn? Önnur helgin í janúar, þú ert farinn? Það er engin viljastyrkur. Hvort var það föstudagur að laugardagur? Það var laugadagurinn, sko. Ok. Herðu, ég nefnilega, sko, þetta var svolítið skemmtilega helgi því að við vorum að taka upp fyrir tíndikislan núna síðustu viku og tókum svokallan all-nighter. Já. Og að því að við vorum með þátt á Selfossi og vorum alveg til 8 kvöldið á 50 að taka upp. Já. Komum svo í hús að klippa. Vorum að vinna til 1 á hádegi daginn eftir. Okay. Þannig að þá var ég búinn að vaka þarna alveg. Ákvað bara að vaka fram að föstudagskvöldinu, sko. Vakti þarna í 2 sólarhringa. Svaf svo í 16 klukkutíma. Það er vel gert. Ég held að það sé met í mínu lífi. Já, maður hefur ekki gert það sem maður rúllingur. Já, bara ekki einu sinni þá, sko. Ekki það, ég er ekki nýræður, en ég get ekki lengur sofið í 14 tíma eins og ég gat. Þú segir bara svona í 4 tíma og eitthvað. Svo þarf ég að pissa. Nei, ekki svo slæmt. Og vaknar svona 4:30. En það er samt ógeðslega pirrandi. Ég er alltaf núna vaknaður fyrir hátti. Já. Þú veist, ég manst ekki þegar maður svaf til 2 og bara allt í einu, klukkan 2. Það ég gera í dag, ég er svo ungur. Já, ég veit það. Þú ert old people. Já, þú ert alltaf að tala um góð ungur. Hvað ára ertu fæddur svona? Ég er fæddur 98. Nei, svona þegar, hvernig ertu fæddur? 84. 84, já, ok, þetta er 4 ára, það er ekkert. Já, það er 1 HM, sko. Já, reyndar. Þú væri ennþá að spila HM þegar ég væri hættur ef við erum geðið góður í fótbolta. Já, það er reyndar. Og allir eitthvað svona síðasta, Öddi missir af sínu síðasta HM að því að hann var fullur og gammal. Ég stóði mitt, janúarblöð stendur ennþá. Ég gerði ekki rass helgina. Hvað gerður þú? Ekki neitt, jú, ég fór í bíó á föstudaginn á reynda geggjaða mynd sem heitir 50-50. Herru, ég fór á hann í gær. Já, mjög ánægður. Það er good feel mynd maður. Ég hugsa, veist að ég táraðist, sko. Já, ég var nefnt að hugsa, ég vöknaði augun en var svona meir. Ég táraðist ekki, það var mjög tæft. Hefði ég verið þunnur, þá ég að fara að hágrænja. Ég er svo lítill í mér í þingunni, sko. Ég var sko þunnur nefnilega. Já, þannig að þú táraðist. Já, ég er ekkert að eyðileggja eitt eða neitt fyrir neinum, sko, þó ég hef ekki séð hana, en þegar hann sér bókina inn á klósetti. Já, nákvæmlega. Já, það fekk maður svona smá sting. Þetta er alltaf hrikalega góð mynd, ég hvet alla til þess að kíkja á hana. 50-50, þetta er svona mynd, þetta er eiginlega svona hálfgerð gamamynd alvarlegt mála. Dramamynd, strákum krabbaminn. Ég ætla ekki að vera að ræða það neitt meira hér og svo á laugardeginum gerði ég bara eiginlega ekki neitt. Jú, ég var að horfa á amerískan fótbolta alla helgina. Já, ég nefnilega, sko, ég upplifði það, sko, ég á laugardeginum, ég horfði á leik og eitthvað svona og svo var ég bara, hvað á ég að fara að gera? Það var bara ekkert að gera. Ég er alveg að lendi í þessu núna, maður. Eins og á sunnudeginum, þá vaknaði ég, sko, múin að vera ferskur alla helgina og ég vaknaði klukkan 10 og ég hugsaði bara með mér, hvern fjandan á ég að gera? Já. Búin að sofa í 8 tíma og bara, hörru, hvað gerir maður á sunnudegi svona ferskur? Vantar okkur ekki bara eitthvað áhugamál? Ég held það nafnilega. Ég þarf að fara að finna með eitthvað nýtt gullsitt áhugamál. Ég er að spája að, ég veit ekki, ég nenni ekki að byrja að klifra, sko. Ég held að þú ættir að fara í eitthvað svona trúfélag. Já. Þú veist, að því er ekki, þegar fólk... Svona röltum bara í íbúður og spyrja fólk hvort það vilji tengjast votta Jehóva, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona, því að þegar fólk er búið að láta renna af sér og fyrir meðferð og eitthvað svona, þá verður það svo trúað oft. Já, ég er samt ekkert í meðferð, sko. Þú mátt íkvæða samt. Ég er í janúar meðferð. Nei, þú veist að, maður sér svona gæja sem er búin að vera að taka og harta á því, sko, og fara í meðferð og svo er það svona á Facebook eitthvað, Jesús er góður við þig, en hvað ætlað þú að gera fyrir Jesú? Eitthvað kom eitthvað svona status, sko. Það er reyndar, sko, það er eitt sem ég þarf að ræða líka við þig hér á eftir, það er Facebook, maður verður varfið mun meira helgar þegar maður er heima og gerir ekki neitt á Facebook. Og svo er þetta ekkert eitthvað því að ég er búin að taka hart á því. Þetta er 3. árum í röðsmít, ekki janúarblöð. Það er gott að vera ferskur í janúar. Ég er að heyra út undan, fólk talar það talar ekki um að vera edrú í janúar, það talar um janúarblöð. Þetta er nefnt eftir þér. Já, þetta er trend sem við erum að starta. Það er að reynsa líkama á sáli í janúar. En við, Björn Bragi, við erum með þéttan og skemmtilegan þátt í dag, þar sem meðal annars við byrjum með nýjan dagskrálið sem heitir Barnaland dagsins. Ég er mjög spenntið fyrir honum. Já, því ég held að það verði mikið stuð, enda alltaf stuð á þeim skvísónum hann inn á Barnalandi. Herðu, netmisnotkunin, hún er á sínum stað. Við ætlum að ringja í Króatíu því að Ísland er að fara að keppa á Króatíu í kvöld í handbolta. Við ætlum að aðtuga hvort að Króatarnir séu jafn spenntir fyrir svo við. Þú heldur með Króatíu, ekki? Já, líklegt. Kannski ef ég myndi veðja húsinu mínu á Króatíu, þá myndi ég halda með þeim í kvöld. Það var með þess einhver að segja mér að það væri ágætis stuðl á Króatíu og maður ætti að tippa á þá. En það er bara eitthvað svo, veist, það er svo vont að halda ekki með sínu liði. Það er ömurlegt. Já, ég gerði þetta einu sinni, þá fannst mér
eða vinn-vinn, þá tippa ég einu svona á Liverpool myndi vinna Manchester United. Já. En svo skoraði Ríó Ferdinand með skalla í lokin, sko, nei, já, ég tippa á jafntefli, svo skoraði Ríó Ferdinand með skalla og ég náttúrulega fagnaði þessu geðsjúklingur, en það, maður ásamt ekki að vera að veðja gegn sínu liði, af því að þá hugsaði maður samt, herðu, þarna fór 7 skall. Já, ég veit sem það. Þetta ekki ræs, en, veist, samt einhvern veginn, í stæðan fyrir að gleðjast bara. Ég nefnilega, þetta er ekki vinn-vinn, þetta er lose-lose. Já, það má segja það. Þannig að það er þéttur og góðu þáttur hjá okkur. Birnir Braga í dag, við ætlum að byrja á lagi sem að mér finnst hrikalega flott og er með Florence and the Machine og kallast Shake It Out. Besta hljómsveitin á stöðinni í dag, Florence and the Machine. Þið að hlusta þáttinn FM 95 Blö og nóg framundan hérna hjá okkur Birnir Braga eins og áður hefur komið fram og það er enda mikið að vera, ekkert mikið að vera, en það er góður leikur í kvöld, það er Ísland-Króatía. Mjög góður. Og við heyrum einmitt í einu handbolta-legendi hérna eftir sem við ætlum að hringi í og ræða við hann leikinn, hann komst ekki til okkar í stúdíu. Þannig að við komum inn að því, hvernig heldur að leikurinn fari í kvöld? Sko, verður maður ekki alltaf að spá Íslandi sigri? Já, það er eiginlega bara regla. Ég held líka, sko, þú veist, eitthvað svona, og það vantar Óla, vantar leiðtogan, þá stígur einhver annar upp. Vantar þetta líka Snorra. Já. Það er hrikalega leiðilegt. Já. Kona hans, hann er ekki meiddur eða neitt, það bara eignast lítið kríli og komst ekki út. Já. Svona, maður veist. Var það málið? Er það ástæðan fyrir að fór ekki? Já. Það var eignast barn. Ok, mér finnst gott að þetta sé gott barn. Já, nákvæmlega. Nei, veist, það er ekki hægt að setja sig í hans spór svo sem, en ég veit ekki. Við getum það ekki. Nei, en ég hef aldrei farið á EM. Ég var svo spenntur að ég hefði örugglega farið. Já, en ég þarf ekki að ágjöra því, kannski maður pungi út barni fyrst árum að fyrir ríða kjaft. En ég er að spája að fara hérna í slúðrið. Já. Það er komið að slúðurpakka dagsins sem að ég verða að viðurkenna hefur oft verið þéttari. Held honum yfir mig. Já, leiðilegt að segja, en hann er ekki nóg þéttur hjá mér núna. En allavega Russell Brand og Katy Perry, eins og flesti vita þá standa þau í skilnaði, en Russell Brand fór beint til Lundúna eftir að, sauð upp úr hjá þeim. Já. En var núna í fyrsta sinn að koma aftur til Beverly Hills því að Katy Perry bað hann um að hitta sig gefur svo svona loka séns. Left fuck. Já, hann vildi það samt ekki en ákvað samt að hitta hann á hótel í Beverly Hills. Hann vildi ekki fara heim til hennar. Ákvað að hitta hann á hótel í Beverly Hills og hún vil sem sagt, þau voru gift í 14 mánuði, hún vil gefa þessu annan séns en Russell Brand hefur engan áhuga á því og vil bara að þetta gangi sem fyrst í gegn þessi skilnaður. Já, en þú veist hvað ég segi sambandslít. Þetta er eins og að velta kók sjálfsála, sko. Já. Þetta tekur nokkur svona push og hann svona vaggar svona þess og svo fellur hann. Já, nákvæmlega. Það er allt í góðu svona þar til að the shit hits the fan, til þess að hann byrjar að hitta eitthvað aðra píu eða hún eitthvað. Já, það er ekki löngu byrjar á því. Já, hann hefur farið í meðferð vegna kynlífsfíknar. Já, þessi gæi er síríðandi. Mér finnst það reyndar alveg magna, bæði hann og Michael Douglas, þú veist. Þetta er svona, ef ég yrði að velja sjúkdóm, þá sveið mig þá. Herðu, meira slúður, það hefur verið mikið ritað um það að Khloe Kardashian, að hún sé ekki að Kardashian, þær eru 3 systurnar. Það er ljóta systurinn eða ekki? Jú, það er sem sagt svona ófríðust hún er ekkert ljót, en hún er svona... Nei, hún er bara ógeðsleg. Finnst þið það í alvegni? Er það ekki? Já, veist, ég fyrir ekki svona átt að segja ógeðsleg, en vissulega ekki jafn hugguleg og hinar tvær. Sorry Khloe, sko, en jú, hún er... Já. En það er eitthvað alveg góða punkt, veist, hún allavega, það er verið að tala um að hún sé ekki að Kardashian því að mammenar sem að leikur einmitt í þáttunum á að hafa haldið framhjá fyrrverandi eiginmanni sínum og það eru margir sem tala um það að þetta sé sem sagt með ófriski sko hún er rólegur Bjössi hún er ekkert monster þó ég veit ekki hún er ekki jafn hugguleg hinna þær en hún er alls engin ófrisk hún er skrýmsli finnst þið það? Ertu að horfa á þess að þetta? Hún er eins og ef við séum Fríðu og dýrið teiknumyndina finnst þið hún í alveg bara alveg svona hún er með Lamar Odom sem að er nú
Já, virkilega góður körfuboltamaður. Við veitum ekkert Lamar Odom. Jú, ég veit að hann var í að leika svo komið til Dallas. En það en hún alveg brjáluð og tilbúin að fara í DNA-próf til þess að sanna að hún sé að Kardashian. Mamman líka eitthvað sturluð í þessum þáttum. Já, hefur hort á þetta? Ég svona, þetta á skjánum í World Class þegar maður á hlaupabrettinu, sko. Já, ég skammast mig fyrir það. Ég stundum, ef það ekkert í sjónvarpinu, ég leik heima upp í sofa, þá detti stundum upp í eitthvað svona, Kardashian Marathon, Keeping Up with the Kardashian. Og ef þú byrjar að horfa á þetta, þá límist í þessu. Þetta það sem þú gerir þegar þú ert hættur að drekka. Já, þá ferði ég eitthvað svona rugl, sko. Já, ég horfa á Kardashians í janúar. Og pappin, eða þú veist, sem ekki alveg pappin, en stepdad hann bara með eitt svip af því hann svo botoxaður. Ég sko, það búið að strekja svo húðun á honum alltaf þegar hann brosir, þá brettist upp á tippið á honum. Það bara, hann alveg bara... Já, hann bara, nákvæmlega. En hann reyndar örugglega eini maður á landinu sem getur rungast þegar hann svona hendurnar, hann bara brosir á fullu. Brettist upp á þetta. En já, þessi fjölskylda, og svo annað meira með Kardashian fjölskylduna, að áhorfið á þættina hefur hrunið eftir að hjónaband Kim Kardashian og þessi Kris Humphries, þau voru giftið ykkur 72 daga eða eitthvað. Eftir að þau sóttu skilnað, að þá hefur áhorfið hrunið og menn vilja nú meina að þetta sé allt, bara feikarna hjá þeim og eitthvað. Já, en þar var nú ekki bara einhvern skandal? Jó, þetta var náttúrulega skandal, þannig sé. Já, einhvern stærri, annað heimaklómyndband eða eitthvað svoleiðis. Já, hún í rauninni var pínu fræg eftir það. Já, það var allt planað, sko, alveg obvious. Nei, ég trúi því nú ekki. Heldur það? Já, hún var eitthvað hangandi bara með Paris Hilton og enginn vissi hvað hún var og kom þetta heimaklómyndband. Já, vilt meina hún að sé þetta svínvirkaði á Paris og bara ákveða að fara sömu leiðin? Ég held að þetta sé alltaf planað, sko. Já, ok, kannski. Pamela og Tommy. Og svo jákvæmt slúður í lokin, ég held að það var ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að Kontraband, myndin hans Baltasar, var vinsalasta myndin í Bandaríkjunum þessa helgina með $24,1 milljón og Beauty and the Beast var í öðru sæti með 18,4, það var líka verið að frumsýna hana. Þannig að þetta er stórkostlegur árangur hjá Balta og það vill svo skemmtilega til að Baltasar Kormákur einmitt gestur hjá okkur Sveppa í FM 95 Blöð á morgun. Rándýr. Þannig að fylgist þið með því, það er aldrei vitað með reynum að fá hann til þess að hringi í Mark Wahlberg eða eitthvað. Þetta var slúðupakki dagsins, hrikalega dapur, ég biðst afsökunar á því, það er bara ekkert að frétta það núti, það var Golden Globe í gerð og eitthvað. Kardashian slúður var gott samt. Já, heldur hún sé sem sagt, með að við þína lýsingar þá heldur hún sé ekki systir hinn að tveggja? Ég held hún sé ekki manneskja. Ég held hún sé ófreskja. Þetta er fullgróft hjá þér en þetta er þín skoðun og þú er rétt á henni. Þetta er mín skoðun með byrni. Já. 212, ég er svona 5 mínútum frá því að fá leið á þessu lagi. Já, ég kom með leið. En það, þú reynda fílaðar aldrei til að byrja með? Nei, mér finnst það samt ekkert slæmt, sko. Nei, þetta er kannski, ég veit að þú vilt hafa hressandi tónlist hérna á mánudögum, sko. Ég þarf eiginlega að vera, sko, bara á einhverjum eiturlyfjum til þess að fíla þetta, sko. Já, þetta er ekki mánudagslag, sko. Nei. Mér finnst það ekki. Þetta er kannski, maður getur byrjað að dilla sér ef það er föstudagur. Já. Á mánudegi þá maður bara vera í svona þægilegri tónlist, Já, ég er reyndar vilja, sko, mánudagsdjammið, sko, þú veist, það er eitt lag núna, eitt mánudagsdjamlag. Ég vil að bráðum verði þetta bara eitt mánudagsdjam þáttur. Já, það er ekkert annað. Já, þetta verði bara sérstaklega fyrir ykkur að úti sem eru að djamma. F95 Blöð, mánudagsdjammið. Já. Herðu, það styttist í nýjan dagskrárlið sem heitir Barnaland dagsins og svo erum við líka með netmisnótkunna og fleira hér rétt handa af horni en ég var að segja hérna frá frétt sem að sló með hans Bjössi og mér fannst virkilega skemmtilega að það var núna par út í Bandaríkjunum sem var að gifta sig eftir að hafa kynnst í World of Warcraft tölvuleiknum. Já, en romantíst. Já, þau voru að ganga í heila núna og kynntust þarna í þessum tölvuleik og hafa verið bara unseparable síðan, bara verið saman alveg síðan að þau kynntust. Já. Og svona til að fullkomna lúðaháttin í þessu að þá var presturinn sem að giftu þau var með þeim í klani í World of Warcraft. Já. Þannig að þarna... Sko, hefurðu spilað þennan leik? Nei. Þetta er tölvuleikur? Já, þetta er bara þetta heldhauku fólk sem byrjar í þessu. Þetta er bara Cyberlife eitthvað? Já, ég hef reyndað að sé þetta. Náttúrulega Sverrir Bergmann, hann var World of Warcraft lúði, sko. Hann er reyndað að reyna að kúpla sig út úr þessu núna. Hann er óvirkur lúði? Já, hann er óvirkur World of Warcraft lúði. Já. Og þegar ég sá hann eins og nýðis, þá var hann með svona headset. Já. Og það var slökkt inn í herbergi á honum. Og bara í tölvunni og veist, ég held þegar ég heyrði svona World of Warcraft að vera að gera allt vitlaust þá held þetta að vera kannski actually svolítið töff leikur skilur svona að þegar maður séð úkslega flotta leik í PlayStation eitthvað þetta er eins barnalegu leikur og hann getur orðið þetta eru álfar og dvergar og svona bara teikni þetta er hrikalega barnalegt og asnalegt sko. En akkur þetta heitir sko Warcraft ætti það ekki að vera svona eitthvað stríð?
Jó, þetta þú veist, menn að rotta sig saman og fara í mission. Þetta er eitthvað Lord of the Rings dæmi. Já, að veist, ná einhverju gullpenningum eða bjarga einhverjum eða eitthvað svona. Já, þetta er svona. Já, en þetta svona, veist, fólk sem byrjar í þessu, það verður húgt. Þetta er bara eins og heroín. Já, og fólk að kynnast þarna. Já. Spáðu því. Það finnst mér fallegt samt. Já, en, þú veist, þetta líka, þú veist, þetta sýnir okkur að þetta fólk varð actually ástfangið af innri fegurs hvort annars, því að, ég meina, hún kynnist honum, hann kannski dvergur. Já, þau kynnast sem eitthvað svona álfur og dvergur. Já, hann kannski að battle dwarf með exina sína að hlaupa skóginn og hún verður ástfangin á hann og ekki eins og búin að sjá hann. En svo líka, þú veist, menn eru greinilega spjall í þessu, veist að ég hef ekki alveg nóg mikið vita á þessu, en einhvern veginn komast þau að því að í klaninu sínu sem eru örugglega, þú veist, klan bara, þau eru einhver hópur saman þarna, veist, þar prestur og hann gifti þau. Það svona, þetta er ein lúðalegasta frétt sem ég heyrst á ævi minni þegar ég var hreinskilinn. Þú veist bara, þegar þetta fólk orðið gamalt og lítur farin veg, sko, þá, þetta er ekki það sem ég myndi vilja. Nei. Það minningar sem ég vil eiga, sko. Nei, fólk líka að missa vinnu og svona þessu, sko. Já. En, þú veist, einhver tölvuleikur sem hefur heldtekið þig gegnum tíðina? Það náttúrulega, sko, Tetris. Tetris? Já. Ok. Það var ekkert mikið skrá, sko. Nei, ég veit að ég bara varð geðveikur á tímabili og ég bara gat ekki hætt í þetta. Ég var orðinn ógeðslega góður, sko. Og ég var farin að horfa á einhverjum YouTube-myndbönd bara í Japunum og eitthvað og ég hugsaði bara að ég er betri en þessi gaur, sko. Varstu að reyna að læra Japunum í Tetris bara með að horfa á YouTube? Vel gert hvernig að setja kassan þarna í. Já, akkurat. Og svona einhverja taktík, sko. En það var slítið úr því? Ég hef ekki séð Tetris allavega. Nei, ég veit það. Ég er búinn að vera óvirkur núna í 2 ár. Nei, þetta var svona þegar ég var í háskólanum, þú veist, og maður átti að vera að læra fyrir próf og byrjaði einhvern svona Facebook Tetris og bara gæti ekki hætt, sko. En svo náttúrulega FIFA og Football Manager, Championship Manager. Það er eini leikurinn sem hefur heldtekið mig, það er Championship Manager. Þessu margir strákar sem að hlusta sem vita hvað við erum að tala um. Þetta er leikur sem var hrikalega vinsæll fyrir 10 ára síðan og ég braut svona 5 mís og rækti svona 5 sinnum á tölvuskjáðum minn í sko bara brjálæðiskasti yfir þessum leik og þá fattaði ég bara hættu nú bara að spila Ég hef einu sinni brotið sko tölvu og það var þegar ég var í póker þá var ekki bad beat sko og ég braut fartöluna mína en hún var svo gömul ég var svona alveg að fara hendinni sko Ertu einn af þeim í pókerinn sem alltaf með svona bad beat Hvernig spilaður? Ég var að spila vel en ég fekk bara hrikalega bad beat Nei, alls ekki, ég veit að þetta snýst ekki hefni sko en það er náttúrulega komalega fyrir svona bad beat Ég veit það Og það bara gerist þarna. Já, það er þetta. Tölvan fauk. Það er hluta þessu, því miður. Herru, þú kannast nú eitthvað þessa stelpu. Hendur inn í skýrglímu daginn. Já. Skemmtilegt aðri. Þetta er gott lag. Helviti gott lag. Mjög fílaði þetta. Ætlur. Too Late, Þórunn Antonía. Já, þetta er Þórunn Antonía með lagið Too Late. Eins og áður á komið fram keftunum mitt í skýrglímu hérna á Selfossi. Já, rétt fyrir helgi og eina sorglega við það innslag var að Nilli var með stærstu brjóstin í pottinum. Í þessu 3 manna leðjuslag þarna. Herðu, hann er ekki, sko, Nilli, hvað er hann? Hann er náttúrulega hungur. Hann er með man tits og engin bringuhár. Hvernig, veist, það var ekki erfiðast að plata hann í þetta? Og kvenmannsrödd, já. Ég veit. Samt höstlar hann og höstlar. Samt er hann heitast í Piparsveit bæjarins. Já, er hann Piparsveit? Er hann aldrei að föstu það? Svo segir hann. Já. Hann tjaldar ekkert inni með lækinu, eða? Nei, hann segir allavega ekki, sko. Já, ok, þannig að þú hefur spurt hann að því? Já, ég hef spurt hann að því. Ok. Er hann típan eða? Hvað segir þú? Er hann típan eða? Ég tjaldi hinum meginn? Já. Nei, ég alls ekki. Ég meina, þú veist, fólk auðvitað, það er ekkert leyndarmál. Það er margir sem hafa spurt að því. Alltið það, því að hann svona, þú veist, veit ýmislegt menningu og rauðvín og er í miklu tengslum við móður sína og eitthvað svona. Já. Það tengist það eitthvað samkynnið þegar maður er miklu tengslum við móður sína? Æ, svona, þú veist, eitthvað. Og mikil ást frá mömmunni rakan í náttinni, eitthvað svoleiðis. Viltu meina að sjá hennið? Nei, alls ekki. Þetta er viðkvæmt, ekki hugmynd. Nei, þetta er ekkert viðkvæmt, en hann hlær bara að því, sko, og hann er ekkert viðkvæmt fyrir því. Hann segist tjálta, ekki hinum einn við lækin. Mér skilji. Okkar megin við lækin. Hann har tjáltað með okkur. En myndur samt þóra svo í tjaldi með honum? Með Nilla? Já, það ekki. Myndur ekki taka eins á honum? Nei, Mountain style? Nei, ég
Sko, ekkert á móti samkynniðum, en ég væri örugglega með síðari mönnum sem að færi upp á Brokeback Mountain. Ég nefnilega held að sko, ef ég til dæmis væri í peningavandræðum sko, það þyrfti ekki að borga mér með mikið fyrir að vera með gaur. Bara kipp og fleig eða? Já. Þú ert reyndar alveg típan í að vera nettur bæjari. Þú ert rólegur. Hrikalega gáfaður og með allt á hreinu og svona. Eru bæjarar eitthvað, er það að vera gáfaður eða? Ég hefur hitt bæjara, þeir vita allt. Shit, hvað gáfaður maður, þetta er bæjari. Þú veist að 50% keppenda getur betur eru tvíkynhneigðir. Já, nákvæmlega. Og þú er unni getur betur. Já. Herðu, við ætlum að taka hérna örstuðar auglýsingar, svo strax eftir auglýsingar ætlum við í netmisnotkunna og aldrei þessu vant að þá eru smá breytingar í netmisnotkunna þessu sinni. Þannig að fylgjast með hér strax eftir auglýsingar. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Sack of wine. Life was like a box of chocolates. Þú gæti nættri 5.000 kr. inneign hjá filman.is. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Konur, takkið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM 957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastöðum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðheimum ásamt hádegisverði í spýrunni á efri hæð Garðheima. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði svo að kallinn verði nú almennilega dressaður. Veglegan dekurpakka frá snyrtistofunni Systraseli. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM 957 hjálpa þér að vera góð við kalliðinn. Hæ, þetta er Erndís í Magasín. Munum að einelti særir alla. Stöndum saman gegn einelti. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið best fyrir svanga. 3,9 miljardar króna, hljómar kósí. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Fréttir á Vísi. Fáðu fréttirnar strax leið og það gerast. Taktu Vísi á hverju morgni. Meiri Vísir. Vikugeðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álagjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581 1515. EM í handbolta sýndur á risaskjám á Englishpub. Láttu sjá þig í alvöru stemningu. Englishpub Reykjavík og Hafnarfirði. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerol, slettir og körrulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hérna hjá Charlene Soraya, Wherever You Will Go. Fyrsta svona rólega lagi hjá okkur inn í dag. Við ætlum að vera með þetta svona blandað. Þetta er fullrólegt. Nei, þetta er kósí svona málið. Pitbull næst. Næja, hann átti nefndir ammali í gær. Er það? Já. Hvað var hann 50-ur? Nei, hann er 31 árs. Hann er jakkamlega ég, sköllóttur og ógeðslegur. Nei, glæsilegur. Við erum báðir glæsilegir. Herri, það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir netmisnotkunnin. Misnotkunnin. Hvað varst að gera á netinu? Hvaða status settur upp? Herru, verður þú tekinn fyrir? Þetta reyndar sko, það hefur oft verið meira að gera hjá okkur í netmisnotkunninni. Það er svo fólk sé að passa sig. Já, okkar maður, hann er verið að passa sig. Hann Óli Geir, já, hann er reyndar, sko, Óli Geir hefur oftast lent í netmisnotkunninni. Þetta er erfitt. Þú erfitt með að segja það. Netmisnotkunninni. Og já, hann lendir aðeins í henni núna. Áður við förum svo yfir í, við ætlum ekki að hringi hann að þessu sinni, því að við erum með annan mann líka á þessu sinni. Já. Ég var að byrja samt á Óla Geir. Já, byrjum Óla Geir. Það sem að ber hæst í Óla Geir að þessu sinni, finnst mér, það er nýja prófælmyndin hans. Já, alveg samanlega því. Hún er rosaleg. Já. Og allir sem eru við tölvu núna ættu að kíkja á Óla Geir á Facebook. Þetta kallar maður dýrari típuna. Já. Þetta er sko... What a man! Fyrir þá sem eru í umferðinni eða ekki við tölvu, þá má segja ykkur frá því að hann er sérst, þetta er í rauninu bara mynd af tvíhöfðarum á honum, byssunni. Já, hann er bara með mynd af byssunni og hann er búinn að slífa á sér allan handlegginn. Og fyrir ykkur sem veit ekki hvað er að slífa, þá er sem sagt allur handleggurinn á honum er út í tattúi. Já.
og við það svona sést svona smá vangasvipur sko, og við sjáum ekki augun en við sjáum svona nefið á munninn og svona vangasvip, hann horfir svona. Í hvernig ból hann? Sérðu þetta? Já. Þú sérð bakið á hann, þetta einhver svona hlýra, það svona sem G-streng bara hálsinn. Þetta ekki svona einhver kvenmanns hlýrabólur? Hann nefnilega sko... Jú, maður sér allt. Þetta eru hlýrar, en svo sérst á bakinu það bara svona þunnt, bara alveg á miðjubakinu. Þetta bara rönd í alveg, þannig að það sé klæddur í G-streng. Ætli þetta sé ekki bara risastór G-strengur. Það kemur ekki óvart, það kemur ekkert óvart þegar kemur Óla. Það líka til þess að sýna herðablöðun og glæsilegt tattoo sem á bakinu sjálfu. Já, hann með svona tramp stamp á bakinu líka. Já, svona til þess að fara bara eldsnögt, ég skal bara hella mér í þetta hérna. En hefur ekki bara fyrir ykkur sem er í umferðinni, og það eru örugglega margir sem vilja vita hvað er á tattooinu sko. Þetta hellingur að seti og ég sé drega. Já. Þetta svona, það er pínu eins og ólíkið sem völdu Warcraft-lúði. Ég sé drega og einhvern gaur, er þetta gaur með sverð þarna, hvað er að frétta? Já, þetta er eitthvað sem við gætu þurft að spyrja hann úti. Ég sé dregan líka sko, ég held að þetta sé sko, þetta er svona, þar er þetta rýn í þetta sko. Ja, þetta er svona, hann er með einhvern ævintýra heim á handleggnum og hann er enda búinn að pumpa vel í byssurnar, hann er þetta svínlukkar hjá hann, við verðum að gefa hann það. Hann er búinn að vera duglegur í ræktinu, við sjáum það alveg sko. Já, hann er ekkert bara að spila körfubolta fullur, hann er að lyfta líka. Já, lögrétt. Já, en þetta er allavega nýja prófílmyndin hans. Já, og svona það helsta sem hefur verið að gerast hjá honum, hérna sett hann inn í dag Lexusin bensínlaus, það er vantilega Lexusin sem hann var að filma daginn. Já, hvað er leiðilega að vera á filmu, á Lexus með filmum og bensínlaus? Það er bara ekkert. Hefði maður ekki sparað aðeins peninginn, sleppt filmunum og keypt bensín? Jú. Já, hann reynda segir hérna aðeins meira, Lexus sem bensínlaus, maður er alltaf á leiðin á bensínstöðunum, tekur alltaf 1 rúmt í viðbót, bensínlaus í götunum minni, frábært. Þetta er ekki gott. Nei. Hérna, reynda að skára að vera bensínlaus í götunum sinni heldur en, einhvers staðar bara í Njarðvík. Það er reyndar bara alveg lögrétt. Hann getur hoppað heim. Hann er með annað vandamál hérna sem að margir kannast við. Ég hata að fara út að borða einhvers staðar og fá goslaust kók með matnum, segir hann í status. Þetta kannast allir við. Já, þetta er illa pínandi. Já. Þetta er góður status hann hjá hann. Já, mjög góður. Svo hvetur hann fólk til að kjósa bláan Opal í Eurovision og svo er hérna mjög langur status sem ég ætla nú ekki að lesa hann allana því að við erum með annan mann í misnotkun. Jú, hentu bara öllum statusnum. Já, ég hendur honum öllum. Já. Ok, hlustið vel. Setti ég hans spor. Eftir ótrúlega skemmtilegt gig á Plays í gær ætlaði vinur minn að fá far hjá mér heim. Hann ætlaði út í Hafnarfirði en svo fór ekki. Hann sast í aftursætið á bílnum mínum og drafst úr áfengistöða. Það var ekki fyrir núna rétt á það en þegar ég vaknaði við þvílíkan hamagang á dyrabjöllinu minni að ég fattaði að ég hefði gleymt honum. Ég var svo þreyttur að ég gleymdi að hann væri í aftursætinu mínu og fór bara heim. Hann gisti í bílnum mínum inn í Keflavík greið. Honum var rosa kalt þegar ég opnaði hurðina fyrir honum áðan, skutlaði honum svo heim. Takk fyrir allir sem mætti á Plays í gær, þvílík stemming. Það var það bara 800 bæri í kvöld, spil í opnunarpartíinu þar. Þeir sem kom einnig fram eru eingöngu fagmenn, Jón Jónsson, Friðrik Dór og Hafið Af. Sjáumst í kvöld. Já, þetta hefur verið á föstudagskvöldinu, þá var hann alltaf að skuttla einhverju vini sínum heim í Hafnarfjörð, gleymd honum dauðum í aftursætinu og hann svaf í bílnum hans í nóttina. Ég skil ekki hvernig þetta getur gerst. Nei, og hversu dauður var drengurinn? Steindauður. Já, ég meina hvað, var hann að drekka land út í bensín eða, hver vaknar ekki? Já, ég veit það ekki. En herðu, hann líka bara, hann hamaðist á bjöllunni hjá hann, sko. Já. Sá hefur verið reiður. Já, ég skil það vel. Stendur ekki hvað hann heitir, sant? Nei. En þetta er endar, já, þannig að, ok, þá vitið meiri Mólagir, hann kaus bláan Opal í Eurovision og Lexusin hans var bensínlaus á hann, af því hann tekur alltaf 1 rúmt í viðbót. Já. Hann kann ekki að hætta. Nei, það er Óli. Frábær náungi, en kann ekki að hætta. Nei, alltaf 1 rúmt í viðbót. Já, stundum þarf maður bara að vera skynsamur. Já, og fara á bensinstöð. Já. Herðu, svo er það hitt fórnarlambi í netmisnotkunni. Það er engin annað en Ivar Gudmundsson, eða Ívar Guðmundsson. Já. Og nú er... Útvarpsmaður, liftingamaður og glæsimenni. Bara allt múlímann. Businessmaður. Já. Þetta er maður sem er með allt á hreinu og já, eins og við köllum what a man. En fauti samt í íþróttum. Já, það er mjög fyndið, sko. Ívar Guðmunds, mér er aldrei brugðið jafn mikið og þegar ég spilaði fótbolta með honum í fyrsta sinn. Því ég var búinn að kynnast honum, sko, þá voru á Pottiví hérna með 70 mínútur og alltaf þegar ég hitt hann, bara þvílíkt indæll og eins og hann er, bara algjör topp náungi. Bara, veist, spjalla við hann og rólegur og þægilegur og herðu, svo var ég beðinn um að koma í utandeildina að spila með liðið sem heit Puma. Þar sá ég bara villidýr. Hann breytist bara í eitthvað skrimslinn á fótboltaðellin. Við vorum að spila saman hérna með honum í góðgerðarleiknum við Vestló-krakkana núna hérna fyrir í vetur. Þar var hann bara, sko, bara tækla einhverjar bara litlar stelpur bara, sko,
sko í spað. Já, og hann segir, það er ekki verið inn á vellinum eða þú er ekki hitt hann. Já. Bara gera það að það getur. Hann var bara sko, Kompany hefði verið bara ræddur. Þú veist, ef hann sé þessar tæklingar hjá Ivar Goodmanson. Hann er líka svo sterkur og snöggur sko, menn eru hræddir við hann. Þær flugu bara út af vellinum líka bara með opinn beinbrot og eitthvað. Hann hikar ekki við það, en herðu, við ætlum að lesa þetta. Þetta er ekki að Facebookinu hans Ívars, heldur fórum við inn á Twitterinn hans. Þannig hann er nútímavæddur. Já, og það er valla til jákvæðri maður en hann á netinu. Hann er eiginlega of jákvæður. Já, hérna 14. janúar, það er eitthvað við þennan dag, broskall. Ekkert meira. Herðu, svo kemur hérna, ekkert skrítið að þessi þjóð sé að þyngjast með hverju árinu þegar maður getur fengið súkkulaði gos fyrir lítið brot af því sem kostar, sem sagt, í staðan fyrir að kaupa hollan mat, eins og bláber og harðfisk, að þá er miklu dýrar að versla gos og súkkulaði. Hann er allur í þessu svona hotlustunni, sko. Já, svo kemur hann hérna. Ég ætla að halda með það, mánudagar séu bestu dagar vikunar. Broskall. Er hann að meina þetta? Já, hann er bara, heyrðu, svo hérna, góð æfingi völklass búinn, klukkan er kortir í 7 að morgni. Þetta er ekki hægt, sko. Svo líka, hérna, hann er náttúrulega púlari. Já, harður púlari. En er samt svo jákvæður að honum líka bara vel við Manchester United. Já, er ekki United að fara að vinna þetta? Skrifar hann hérna. Mikið óbúðslega að spila manni og skemmtilega. Ég spá að þeir taki þennan leik. Þetta er snillingur. Það er ekki margir að núti sem halda með Liverpool en halda með Manju þegar þeir eru að spila líka. Nei, heldur hann ekki bara með öllum? Já, ég held að hann er það jákvæður að hann heldur með öllum. Herru, við ætlum að fá hérna eitt lag og svo ég ætla að reyna að ná á Ívari Guðmunds. Þau ekki að fá hann að lína og spyrja hann út í þessa jákvæðni. Ekki spurning. Herru, fáum eitt lag hérna með 50 Cent á undan. Við vorum að klára hérna rétt á netmist-notkunina þar sem Óli Geir og Ívar Guðmundsson komu við sögu. Ivar Goodmanson. Ég er einmitt að hringja í þann snilling núna. Ég ætla að taka hann svar ekki hérna, maður sjá. Hringir allavega. Ivar Goodmanson. Það er hann, já. Kóttu sæll og blessaði, Rauti Blöð og Björn Bragi hérna. Sælinir. Það er að gerast í þessu þætti hérna. Hvað segir kjallinn? Ég er rosa góður. Það er ekki, herðu, þú lendir í netmist-notkunni hjá okkur. Nú, hvað var það? Við vorum að fara yfir Twitterinn. Er ekki bara eitthvað að ruggla honum? Jó, þú ert allavega mjög jákvæður. Ég ætla að byrja að spyrja þig, 14. janúar, þá skrifaður það er eitthvað við þennan dag, broskall. Hvað áttur við þar? Já, það er nú ástæð fyrir því sem að, svo sem kannski engin veit nema ég og eiginkona við byrjuðum saman 14. janúar, það verið ansið mörgum árum. Ok. Það er nú fallegt. Það er nú fallegt. Þá hefur afsökun fyrir þessu tweeti, sko, því að þetta var svolítið svona væmið, sko. Já, var það ekki? Jó. En má vera væminn, sko, þegar það er konan. Þetta tístjáður er ekki lengur gay, til að hafa mikið með það. Ok. Já, takk fyrir það. Herru, hérna segiru, ég ætla að halda með það að mánudagar séu bestu dagar vikunar, broskall. Já, ég er rosa hrifinn af mánudöðu vegna þess að það er svo margt sem maður þarf að gera og á mánudöðu hefur maður alla vikuna til að klára það. Ok, þannig að mánudagar eru þínir uppáhaldsdagar? Já, ég nota það mjög mikið til að skipuleggja að þetta klára í vikunni og það er ansi stór to-do-listin, ég kemst aldrei yfir hann allar. Ok, ég held að þú setja þetta en fáu sem vil meina að þetta sé besti dagar vikunar. Já, er það? Finnst þér ekki gott að mæta mánudegi alveg eldsprekkur og... Já, ég er að kynnast þessu lífi núna. Þetta er skynsamlegt viðhorf, sko, en mánudagar eru náttúrulega hræðilegir samt. Já, ég meina, Ötti hefur aldrei þurft að vinna á mánudagar, þetta er alveg nýtur að. Ötti hefur aldrei þurft að vinna alveg vinnu, sko. Það er nú 14 manns niður vurt sem að geta, rángfært þessa staðhæfingar hjá okkur. Herðin, svo er annars sem okkur langar að ræða við. Þú ert púllarið, ekki? Jú, ég verður víst að taka það á mig. Já, en þú ert samt, þú styður Manchester United þegar þeir eru að spila samt. Það er nú svo fáröld að segja frá því að þó ég sé nú púlari og ég farið þetta einu sinni á Anfield. Já. En ég farið 5 sinnum á Old Trafford, einhverju hluta vegna. Já. Og ástæðan er nú kannski svo að bróður minn er United maður, sonur minn og eiginkonan. Já, ok. Þannig að þú þarft að hafa smá tauga til þeirra. Já, ég er alveg umvaðinn United fólki og ég vil nú ekkert vera neitt vondu við það, sko. Nei, þannig að þú ert að halda öllum góðum með að styðja það á Twitter líka. Já, og það er eitthvað líka bara, ég til dæmis er lítið fyrir Manchester City og þannig að mér finnst það gott ef að United vinnu þá til dæmis. Já, nákvæmlega, sammála því. En eitt í viðbót, sko, það er status sem að gefa til kynna þú að vera að taka æfingu klukkan 5:30 morgun, eða ekki? Hvenær ertu mættur á æfingu? Já, sko, húsið opna 10:06 og þá byrja ég, það er í völklassins pöng og... What a man. Hvenær vaknar eiginlega? Já, svona 5:20, það duga mér, sko. Jésús. Hvenær ertu vann að sofa?
Oft í kringum miðnætti, stundum bara nálægt 1, en stundum líka 11. Það er svona fyrir þetta hvað maður er mikið að gera. Er það ástæðan fyrir að augunni eru alltaf lokuð? Þú séður ekkert. Þú sérðu ekki að mjög hvort ég vakandi að sofa. En þarf þú ekkert svona 1 dag í viku til að sofa í svona 17-18 tíma til að bæta þetta upp, eða? Ég get viðurkennt það samt að það er ekkert óalgengt að ég steinsofni fyrir framan eitthvað sjónvarpið, fréttir eitthvað, en það er svona ég vilt í svona korter. Já, ok, nærið þarna smá blund. Powernap. Árið góður. En svo er eitt sem ég var að spyrja á þetta hérna í lokin, Ívar, að ég var nú að hrósa þér aðan, hvað þú ert nú jákaður og yndislegur maður. Já. Hvað ert að bryðja áður og spila fótbolta? Hvað er það sem að þú inheilar rétt áður og hleypur inn á fótboltavöll? Já, þú meina það, finnst þér ég breytast eitthvað á fótboltavöllinu? Breytast? Þú ert svona eitt ljúfasti maður sem ég kynst. Inn á vellinum ertu bara eitthvað skrýmsli, sko. Ég er náttúrulega bara óhugnalegt keppniskap, sko, þú þekkir það nú líka. Já. En það kemur út þannig að meðan að leikurinn er í gangi þá vil ég vinna, en þegar hann er búinn þá er allt búið. Já, ég veit, en ég er samt oft, ég er náttúrulega að spila oft með fótbolta. Ég átt séð það sem þú ert orðin þú sjálfur aftur þegar það er búið að flauta leikina af, en þá eru menn ekkert endilega á því að taka hendina þér. Nei, en það er samt sko, ég er þannig, en ég held ég hafi nú róast aðeins með árunum. Já. Og ég svona fæ ekki orðið mikið að spjöldum í dag. Ég man eftir að fengi einu svona 2 gul spjöld á 5 mínútum í leik út í Garði með Haukunum. Já. Ég kom inn á sem varamaður, byggarleik, og ég var út að 5 mínútur síðan með 2 gul, sko. Það er harkað, maður. En nú, sko, við auðvitað vorum að spila með núna fyrir einhvern 2-3 mánuðum og ég hef aldrei séð mannjafn grimman bara við börn og gamalmennin á vellinum, þannig að ég vil ekki vita hvernig þú varst fyrir 10-20 árum, sko. Það meinar. En svo í lokið, þú lendir Óli Geir, hann lendir mjög oft hjá okkur í netmeistmörkunni. Já. Hann er með rosalegt tattoo, hann var að setja þig yfir allan handlegginn á sér. Ert þú með eitthvað tattoo, Ívar? Nei, ég er ekki með slíkt og alltaf aldrei að fá með slíkt. Nei, Ivar Gudmundsson setur ekkert svoleiðis á sinn líkama. Nei, þetta er bara kjöt. Já, þetta er hreint kjöt. Herðu, alltaf gaman heyr í þér, Ívar. Og bara gangir allt í hæginn. Ég fæ mér örugglega bláberi hámarku eftir eða eitthvað. Já, líst vel. Það var eina sem var eftir í mötuneyti, það er búið að drekka svo mikið af þessu. Já. Þetta er svo gott á bragðið. Það vilja allir sjúga á Ívari og Arnari, það er bara þannig. Ég tekka það, vinnur. Ok. Bye. Herðu, þetta var Ivar Gudmundsson, what a man. Það er bara þannig, það styttist í nýjan dagskrárlið sem að heitir Barnaland dagsins. Getur hann ekki heitið eitthvað svona lífið í Barnalandi? Jú, ég er alveg til að skýra það, við áttum eftir að nefna hann. Lífið í Barnalandi, það er hér rétt handa við hornið, en við ætlum að byrja á lagi sem að mér finnst hrikalega flott og hefur ekki verið í spilunni en heitir I Was Broken með Marcus Foster og ég vona hlustundur að ég gaman að þessu lagi og ég. Þetta er sann sko... Er það að fara að drepa okkur núna? Nei, þetta er pínu rólegt en þetta er ógeðslega flott, hlustaði bara. Já, þetta er snillingur sem heitir Marcus Foster með lagið I Was Broken. Þeir hlusta hérna FM 95 Blöð á FM 957. Björn Bragi með mér hérna í stúdíónu og það styttist bæði í nýjan dagskrárlið sem heitir Heimur Barnalandsins. Nei, hvað það heiti? Jú, nei, Lífið í Barnalandi. Lífið í Barnalandi. En ég verð að segja, sko, ég var að fá hérna message bara af því að þú varst að spila þetta lag hérna og ég fekk bara, er Öddi í sálarkrísu? Það er alls ekki, mér finnst þetta bara svo flott lag maður. Varst ekki að fíla þetta? Jú, þetta var fínt, sko, en kannski svona þó ég spili lag sem heitir I Was Broken. Meira ef maður heima hjá sér einn í myrkrunum klokkan 3 nótt að gráta, það var kannski... Þetta er svona lag sem ég get ekki hlustað á þingunni, en ég er bara svo ferskur núna, ég er bara svo að dilla við með þig. Þú ert þetta mjög ferskur og ég verð að segja, Auðun, að þú ert mjög fallegur og glæsilegur í dag. Þakka fyrir það, sömuleiðis, elsku vinnur. Herru, það er eins og Þú sér líka að ég er komin í ból, ég er ekki í skyrtu og peysu, þannig að þú þarft ekki að gera grína mér í dag. En, þú veist, akkur gast þú ekki komið í ból eins og flesti gangi, akkur til pólóból? Þú veist, það var að keppa í golfið eða? Þetta er Ralf Lauren líka, sko. Já, þetta er, þú veist, þú ert svona... Þú ert 50 í klæðavali. Það er bara þannig. Herru, það er eitt sem ég ætlaði, hérna, þú ert mjög gáðaði maður, Björn Bragi. Þú er unnið... Ég er mjög gáðaður. Já, þú er unnið Getur betur og svona. Já, og fór létt með það. Já, ég trúði ekki fyrst, en núna, ég er búinn að tekka þig, þú actually vannst Getur betur. Ok. Það eru allir að tala um... Allir að tala um sama hluti núna í dag og það er iðnasalt. Getur þú eitthvað sagt mér um það? Ég veit, þetta er, þú veist, það er alltaf að nú logar Facebook og krakkarnir og bara úlingarnir allir að tala um iðnasalt. Já, hvað kjátt er þetta iðnasalt? Nei, sko, ég reyndar sá eitthvað þessum fréttum. Ég hef ekki nefnt að opna eina einustu frétt. Nei. Ég veit ekkert um hvað það snýst. Er ekki málið að það er eitthvað iðnasalt í einhverjum mat? Já, þú veist, málið er að
Ljótt að segja, en ég bara svo heimsku. Ég nenni ekki stundum að skipta mér af svona hlutum. Nei. Og ég hef ekkert skipt mér af þessu. En það er fullt af selubum hér í bæ sem eru mikið að skipta sér af þessu. Eins og Bubbi, hann hóta núna sniðganga ölgerðina út af þessu öllu saman. Og hann nú ekki vanur að skipta sér af hlutunum. Já, bara held ég vestlíki við ölgerðinni bráð, hvers konar skítalur þetta sem stjórna, hann segir hann á Facebook sinni út af þessu salti. Hvað er eitthvað salt í Pepsi og appelsínu eða? Við erum að skjóta okkur hans í fótinn að þetta tengdist einhverju fyrirtæki sem þeir eru með ölgerðin sko. Jói Fel, hann er líka búinn að ákvaða kommentir á þetta, það er annars selebið. Hvað segir hann um þetta? Hann segir Matvælastofnun, Jói Fel, Matvælastofnun segir iðnaðarsaltið skaðlaust heilsu manna. Fólk þarf ekkert af áhyggjur. Og ef að Jói Fel segir það. Já. Ég meina, ef maður treystir einhverju þegar það kemur að mat, þá er það Jói Fel. Ef að Jói Fel segir I'm so proud of it, I put my name on it iðnaðarsaltið, þá vil ég ekkert annað en iðnaðarsalt í minn mat. Ég meina, sérðu mannin, þú veist, maður sem er búinn að tattúvera á sig peace-merkinu, hann veit hvað hann er að tala um. Já, hann veit engum illt, hann Jói Fel. Hefur þú séð byssurnar á honum? Já, vá, byssur, þetta eru fallbyssur. Herru, svo er enn eitt selebið sem hefur ákveðið að kommenta á iðnaðarsalti og það er Egill Helgason. Hérna skrifar Egill Helgason á Facebookinu sínu: það er merkilegt að heyra frá framleiðendum matvæla sem segast ekkert vita hvað efni þeir nota í matinn. Frú Sigurveig notar ekki salt í havraklattana né kökurnar sem hún framleiðir, en ögn af maldónsalti sem er sjávarsalt í sojabönurnar sem selur líka. Sko, ég sofnaði fyrir korteri, sko, þegar þú byrjar að lesa þennan status. En hvort ætlar frekar að trúa Jóa Fel eða Agli Helga? Nei, ég meina það sem að slæðir mig í þessu öllu saman er að Egill Helga skulle actually vera að spá í hvað hann setur ofan í sig. Það er svona morálinn í þessu, en hann er alltaf búinn að kommentra á þetta og er ekki sáttu við þetta. Er þetta samt ekki fyndið, þú veist það, ég veit ekki, þegar fólk er eitthvað að brjálast yfir einhverju svona, kannski er þetta ógeðslega alvarlegt, kannski erum við bara svona óupplýstir. Já, ég veit, en þessna spurði ég þig, ég held að þú væri með allt svona á hreinu, þú ert gáður. Ég skammast mér ekki, ég er svona, þegar kemur að þessu, þetta er svona ekta mál sem ég býð bara aðeins, ég tók þetta aðeins og snemma núna í þættinum, ég hinkra bara aðeins og heyri hvert fjöldinn fer og þá segi ég bara saman og þau, bara já, þetta er allt í lagi. Eða bara, hvað það kjaftaði er þetta? Nákvæmlega, það er svolítið gott að gera það bara. Já, go with the flow kallaði þetta. Já, þú ert bara eins og lauf í vindi. Já, það er ég, lauf í vindi. Er það ekki spilað samt fleiri grænjúlu við þættinum? Nei, hvaða diss er ég að fá fyrir? Ég er að fá fleiri message bara eitthvað. Já, ég ætla endilega að senda mér á Twitter á ITB hvort það hefur verið ánægð með I was broken eða ekki, en hérna kemur allavega lag sem að flestir ætti að þekkja. Þetta er alveg smá grænja líka. Þetta er nú bara hérna á playlistunum, kallinn minn. Ég ræði þess ekki. Flott lag, smá væl. Hringdi Brynjamár og grænjaði honum. Svo við flugum aldrei neitt, svo við komumst aldrei heim. Þetta er löngu orðið þreytt, hefðum það bæði betra ef við værum ein. Mig að dreyma, ég ennþá kjurfnist, ég vall að vera að hreyfast. Ég vil fara að hraða frá því sem hún að segja. Vang og stælt, ég beilaði á eyra og hlusta bara það sem ég vil heyra. Alveg út að akin orðin leiðir á að keyra. Ég eins og ég það ekkert hægt að breyta. Hún sagði farði rass og jættu skít ef það ekkert fleira að pleikja. Ekki 100%, ég alla gripur, en ég varaði ykkur viss og nú verðið að passa ykkur. Engar afsaganir, enga bakþanga, lifandi dauður, labbandi mann hjarslottar. Aðeins dýpra engin hérna vildi skilja mig, ég alveg lost eða einhver hérna skynja mig. Það rífur svo í líffarið að skilja svona skiljiði. Já, MC Gauti og Friðrik Dór þarna, tveir snillingar á ferð, þeir að hlusta hérna á þáttinn F95 Blö og við vorum að spá í að fara í bara splungun í hann dagskrálið núna, eða ekki? Jú. Lífið í barnalandi. Lífið í barnalandi, þetta er við erum að spá í að hjálpa konumandinni. Já. Og sko það hafa náttúrulega allir kíkt einhvern tímann inn á barnaland. Já. Og það er, mér langar að vita hversu margir notin á vef, af því að það er endalaust af umræðuþráðum og það er bara, þetta bara dælist inn bara á sekundu fresti, sko. Já, þetta er bara samfélag hérna hjá þeim. Þetta er eins og World of Warcraft. Já, og já, það eru náttúrulega misjafnar eins og það eru margar. Sumar, það er ekkert, eins og ég segi, það eru sumir hérna sem eru alveg með full FM og aðrir ekki. Já, eins og bara gengur og gerist. Það er hárrétt, en við vorum að spá hérna að lesa upp 5 spurningar sem við urðum varið við á Barnalandi í dag. Já, að fólk er alltaf svona að leita ráða. Það er með einhver vandræði svona, hérna, getið hjálpað með þetta, hvernig á maður sjóða hafragrauti eða hvað sem er, sko, eitthvað svona samskipti kynjana og bara allir bakkinn. Nákvæmlega. Og við náttúrulega bara, við höfum í marga fjöruna sopið við ræðið hérna. Við veitum alveg hvað við erum að tala um, sko. Já, þannig að hérna við tókum 5 atriði. Já. Sem við ætlum að lesa. Yes. Herðu, á hverju viltu byrja? Herðu, bara, þú byrjar bara. Ok. Fyrsta dæmi sem við rákumst á. Er asnalegt að fara einn í kringluna að versla sér föt?
Já, þetta kona sem að kalla sig The Lowstone. The Lowstone. Hún að spyrja sem sagt, astnalegt að fara einn í kringlunum vesla sér föt? Já. Og já, það stendur ekki á svörum. What? Nei, af hverju ætti það yfir astnalegt? Segir hún Evita Dögg hérna. Já. Og flestar konundar inn á virðast vera sammála því að það sé ekkert astnalegt við það. Já, ég einn segir hérna, ég skil ekki spurninguna hvað geti hugsanlega verið astnalegt við það. Já. Hvað finnst þér, Auðun Blöndal? Nei, mér finnst ekki astnalegt að fara einn að vesla. Ég geri það reglulega. Nei, ég sammála þér. Mér finnst alls ekki astnalegt, en ég myndi alltaf kjósa að hafa eitthvað með mér svona til þess að fá álit, sko. Til að vesla föt? Já, þú veist, svona, hvernig líst þér á þetta? Finnst þér þetta eitthvað svona, sko? Ok, en ferðu einn í bíó? Nei, það ger ég hef aldrei í lífinu farið einn í bíó. Nei, ekki, en samt ef maður hugsar út í það, þá ætti það ekkert að vera neitt vitlaust heldur, sko. Sko, ég nefnilega... Þú situr bara og verður að horfa á bíómynd. Já, ég rosa hrættur við að vera einn, sko. Ég þarf alltaf að hafa hópa fólki í kringum mig. Já, ef ég var einn í bíó, þá myndi ég þykjast vera rosalega mikið í símanum. Bara svona eins og allir sé á leiðinni. Já. Og svo bara byrju, hvað myndin byrjuð, þeir enginn komin. Já, ok, ég siti inn eitthvað lengur. Já, nákvæmlega. Ég get ekki eins og vera einn á klósetti, sko. Nei, ok. Þú ert bara eins og stelpunar. Já. Það reyndar að fara mjög reglulega saman á klósetti. Já, ég vil hafa hóp af fólki og ég vil helst hafa einhvern í fangin á mér, sko. Já, slepptu mér þar. Herðu, það eru fleiri spurningar hérna. Þetta svona í dónalegri kantinum. Hefur þú einhvern tímann verið böstaður eða böstuð? Sem sagt fyrirsögnin inn á barnalandi.is og það Aðalönd sem spyr það þessu. Aðalönd spyr, hafi einhvern veginn verið böstaður eða böstuð og svo skrifar hún nefn undir. Þetta samt hann. Er það hann? Er það gaurinn á barnalandi? Ég komst að því þegar ég las meira í þræðinum. Já, ok. Eru kallmenn hann? Já, ég held að það hafi eiginlega bara verið konur hann en svo virðist sem að séu fleiri og fleiri gaurar konur hann. Ok, þeir eru svona að byrja að koma sér inn í þetta. Já. Rána með það, ok, þá hann alltaf að spyrja, Aðalönd að spyrja og svo skrifa hann einna, hafið einhvern tíma lent í því að vera stund að sjálfsfrón í herberginu eða eitthvað og einhver komið að ykkur, það að vandræðalegasta sem ég veit einhver lent í því? Já, djöfull svarar, ég veit hvenær börnin mín á svæðinu og bý mér ekki til aðstæður sem ég vil ekki en mér finnst bara sexy að búa til aðstæður þar sem maginn geti gengið inn á mann við ýmsar athafnir. Já, svo kemur misbleið hérna. Já, sonurinn, en hann var svona 5 ára og hálfsofandi. Hann tók ekki eftir neinu, vona ég, og svo kærastinn einu sinni. Já, svo kemur sko Aðalönd sjálfur og segir sína sögu. Ok, mín saga var þannig að ég var að fróa mér inn í herbergi og pabbi kom inn og var að segja mér að maturum væri til. Ha 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 ha. Ég lét ekki sjá mig í mat. Þetta eru 3-4 ár síðan. Hefur þú lent þessu, Undi? Nei, en ég sko sem betur fyrir ekki ég hef ekki lent í þessu, en ég viðurkenni þú veist, maður svo sem ekkert en þú veist, sko maður orðaði það þannig þegar ég var 13 ára, þá held ég að móður mín hafi verið löngu hætt að trúa að ég væri mjög kvefaður. Já. Það var svona meira sem ég var að glíma við, leti að það var alltaf eins og ég væri bara búin að vera með mesta kvef allra tíma eina vikuna kannski. Félagi minn sko, það var alltaf með ból undir rúminu. Svo þar var hann bara í marga vikur. Nei maður. Jú. Og hvað, var bólurinn bara að byrja að labba eða? Bólurinn var bara orðin storknaður. En herru, förum ekki lengra með það. Ég verði samt að halda aðeins áfram með hennar þráð sko. Að því að svo koma svo góðsverðina. Bíber segir, en þetta nú samt örgulega kona held ég, eða stelpa. Og þetta svolítið sérstætt svar sko. Lendi í því þegar ég var 12 ára, rétt nýbyrjuð á stundar sjálfsfróun og gerði alltaf á maganum og var öll mjög herft saman, rassinn og allir aðrir vöðvar kreftir og svona til að reyna að ná fullnæðingunni. Ég lá á gólfinu og klósettinu og maganum með puttana í klófinu og systir mömmu labbar inn. Hún spyr hvað ég sé að gera og ég segi ég að tannbursta mig. Fæ ennþá sting í magan þegar ég hugsa út í þetta. Er fólk ekki að opna sér full mikið þarna inn á Barnalandi? Jú, þetta er þetta saga sem þú segir frá bara? Nei, þú veist, ekki svo sem kannski, við dæmum ekki þessa konu, þetta er allt í góð, en þetta er svona, þetta er vægast sagt vandræðilegar aðstæður. Svo er svona fyrir fólk að ræða hvort það sé verra að vera böstaður við að fróa sér eða einhver komi að í kynlífi, sko. Eitt bendir á, mér finnst einhvern veginn eðlilegra að vera 2 saman og 2 að taka á sig skömmin á sig og gera djók úr því í staðis að vera aðleitna að fróa sér svo fíbl. Já, þetta eru skemmtilegar umræður inn á Barnalandi.is. Eitt viðbót, sorry, af því að það var svo gott. Jöfull kemur hérna. Þetta var í fyrra og guttinn var 13 ára. Mér langaði ekkert að ræða þetta neitt frekar við hann og hann spurði ekki, enda átti ég fullt í fangið með að vera upptekinn og horfa alls ekki framan í krakkan það sem eftir var að deginum. Þannig er krakkinn orðinn of gamall til þess að. Já. 13 ára er æskuminning, sko. Já. Ég man alveg eftir öllu sem ég var að gera þegar ég var 13 ára. Já, og þú hefðir ekki viljað, já, ég ætla ekki að... Nei, líf mitt hefði orðið öðruvísi, að ég labbaði hennar mútu, það er bara þannig. Hérna, svo eru 3 spurningar viðbót, hérna er Pía Norge sem spyr hver er mesta niðurlæging sem þið orðið
fyrir frá karlmanni. Já, og þar kemur þráður, við skulum nú ekki opna þá ormagrifju sem sá þráður en þar bara komast dæmi sem eru bara alveg hræðileg. Já, bara ógeðsleg, sko. Já, og bara greinlegt að konur að lenda í mjög miklum skítalum. Við erum nú ekkert bestu menn í heimi, en við vorum sjokkeraðir þegar við lásum þetta, sko. Já, þetta svona fekk mann til að, þú veist, allavega átt að sagði okkur að sumar hérna þóleiki karlmenn, það er bara þannig. En ef ég spyr þig, hver er svona mesta niðurlengi sem þú lenti frá karlmanni, Bjössi? Frá karlmanni? Já. Er það maðurinn sem seldi leðjakkan? Herru, ekki vera svona allir í saman út í leðjakkan. Ok. Herru, svo hérna er spurning sem er mjög skemmtileg inn á Barnalandi. Það er Akkurat sem spyr að þessu. Hvernig á ég að baða barnið mitt? Já, sko, það er svolítið, mér langar svolítið að vita hvað barnið er gamalt og hvort að hún eða hann hafi ekkert við að baða það hingað til. Og svo bara, herru, ég þarf víst eitthvað að baða, en hvernig á ég að gera það? Ætlaði við eitthvað pikkað í hana bara? Já. Herru, þú ert eiginlega að fara að barna að baða, sko. Já, ok, hvernig ger ég það? Ég veit það ekki, spurðu bara inn á Barnalandi, það ég veit það. En hvað, ertu með svarið þessu? Hvernig á að baða barn? Já, bara, þú veist, passa að vatnið sé ekki of heitt og fá smá sápu og skóla af krakkanum. Já. Það er ekki mikið loknað það. Ég og engin börn, en ég svona gæti minn til þess. Já, bara basic. Já, svo er síðasta spurningin inn á barnalandi.is. Ber ömmum skylda til að passa? Ég segi já. Já, það er sammálaður. Er ekki ömmur líka bestu barnabíðunar? Já, langt bestu. Það fekk maður alltaf nammið og ísinn og svona. Já, af því að konur eru betri barnabíður en karlmenn. Mun. Og eftir því sem að vera eldri því svona reyndari og góðhjartaðri og allir pakki. Já, þar hafið það. Þetta er það sem er að gerast inn á Barnalandi í dag. Þið voruð að hlusta á lífið í Barnalandi. Já, fyrir ykkur sem hafið áhuga, við ætlum að fá hérna örstuð auglýsingar, svo ætlum við Bjössi að ringja til Króatíu og að spyrja fólki þar hvort að það sé jafn spennt fyrir landsleiknum í kvöld og við Íslendingar. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Heiðar Austmann verður með tilboðsgluggan á sínum stað í þessari viku. Alla daga milli 14 og 16 verður magna tilboð í eftirfarandi verslunum. Vero Moda, Outfitters Nation, Jack & Jones, Selected, Vila og barnafattaverslunin Neymit. Á hverjum degi tilkynum við nýja verslun sem verður með ótrúleg tilboð af völdum vörum. Fylgstu vel með tilboðsglugga Heiðars Austmanns alla virka daga milli 14 og 16. FM 957, það borgar sig að hlusta. Konur, takið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM 957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastöðum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðheimum ásamt hádegisverði í spýrunni á efri hæð Garðheima. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði svo að kallinn verði nú almennilega dressaður. Veglegan dekurpakka frá snyrtistofunni Systraseli. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM 957 hjálpa þér að vera góð við kalliðinn. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Ég veit ekki, sko, ég hætti að reykja fyrir 3 árum örgulega, en ég stelst alveg í sígarettu í dag, ekki brosa svona, ég stelst í sígarettu þegar ég fæ mig bjór. Hvað skal verða bjór á hverjum degi? Til ekki að fengi í sígarettu? Nei, ekki á hverjum degi. Það er ekkert mál að hætta að reykja. Já, ég held að það sé málið. Alla virka mótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Hvað vilt þú láta binda þig? Á höndunum, fótunum eða í 12 mánuði í ræktinni? Slepptu kjaftaðinu. 2,990 á mánuði og engin binding. Skoðu málið á reebokfitness.is.
Gæðaþjónusta. Húsþjónusta BJB. bjb.is 3,9 milljarðar króna og svo berjast! Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Einn vinsælasti þáttur Stöðvar 2. Grey's Anatomy snýr aftur á miðvikudaginn klukkan 21. Skelltu þér á áskrift inn á stöð2.is eða síma 512-5100. I believe that we can be extraordinary together. Stöð 2. Skemmtilegri. Það Hagkaup sem færir þér Grey's Anatomy á Stöð 2. Bílar.is í dag. Frábært 10 busta Ariana bustasett frá Avon á aðeins 2.995 í stað 5.995. Bílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Strákana okkar horfum á EM í handbolta á English Pub, Reykjavík og Hafnarfirði. Maður ásins í FN95 blöð Múkisson með þægilegt gott lag sem heitir Stingum af. Þetta algjör snillingu, ég var að segja okkur þar að hann hafi grætt 22 milljónur á plötunni sinni. Var ekki á 40 eitthvað milljónir? Nú, er það málið? Mér minni það sko, en... Ég vona bara að sé sem mest. Já, sama hvort, þá er það frábært. Já, en herðu, við vorum að tala áðan við Bjössi að við ætlum að ringja til Króatíu. Það er Ísland-Króatía í kvöld í handboltanum, klukkan 10:07 og við vorum að spæja að tekka hvort að Króatar séu jafn spennti fyrir leiknum og við. Já. Ég ætla að ringja bara hérna í einhvern matsölustað hérna í Króatíu, tala eins og lausundra með hann. Já, við erum að sjálfsögðu mjög spenntir fyrir leiknum. Ertu búin að veðja á leikinu þetta? Nei. Nei, en þú varst að tala að það væri hins vegar einhver góður stöðull á Króatana. Maður tippar samt ekki á þá, sko. Nei, við vorum að ræða þetta áðan að maður má ekki tippa á lið sem að maður, sem sagt, við höldum í Íslandi, þá megum við ekki tippa á Króata þó að þeir séu stranglegri, sko, af því að þá er bara, það er lose-lose situation. Maður sjá, hérna átt að vera... Þetta verður eitthvað. Þetta er í Króatíu. Þetta er... Zagreb, höfuborginni. Þetta er staður sem heitir... Dubravkin Put. Dubravkin Put, molim lijepo. Yeah, Dubravkin Put? Yes. Yes. Hello, do you speak English? Yes. Yes. What's your name, sir? Tihomir. Tihomir? Yes. Tihomir. Oh, hello, Tihomir. This is Audun Blondell. Are you excited for the match tonight? I'm sorry. You said who is this? Audun Blondell. Are you... You need to make a reservation or? Yes, I need to make a reservation, but first I'm gonna ask you, are you excited for the match tonight? Match? Yeah, the match. Water polo. Water polo? No. Will you be showing the match at the hotel or restaurant? No, TV. If I book a table, you don't show the match? We don't have a TV, I'm sorry. Okay, are you gonna watch the water polo tonight? Water polo is already past. It's already... We played against Romania. Já, mér gæti ekki meira sama. I'm not talking about the water polo, I talk about handball. Talk about what? The handball match. The handball, yes. But yes. We don't have a TV here, so no, we're not going to be watching it. Okay, do you think Croatia is gonna win Iceland tonight? Well, Croatia is always a favorite, isn't it? Yeah, not against a terrific team like Iceland. I know we don't have Snorri Steinn and Ole Steinn, but we still have a good team. Yes. Who's your favorite player in Croatia? Well, I like them all. I like Vori the best, probably. Okay, not Balic. Balic is the best, isn't it? Balic is he's deflated. His will to play is gone. His will to play is gone. Okay. Pretty much, I think. So the Croatia people are not behind Balic anymore. Well, it's divided, but I don't think he's showing what he can show. So I resent that. And Balic, he smokes. Do many of the Croatian players smoke? Do you know that? Yes. They all smoke cigarettes just before the match? Yes, a lot of Croatians smoke. Do you smoke? Yes. No, I used to smoke. I used to smoke for a couple of years. Yeah. But I stopped. People in Iceland used to smoke, but not anymore. It's not cool anymore. So tell the Croatia players that it's not cool. It would probably be best if we announce to Croatians that it's not cool. That would work. Yeah. I think that would work. Is Balic, because all people from Iceland, we know the player Balic, is he a huge celebrity in Croatia?
Does everybody know him when he walks around the street? I think so, yes. Yeah? I think pretty much everybody knows who he is, yes. Do you know any of the Icelandic players? No, I can't remember any at this time, but I'm sure I saw them. You don't remember any name of Iceland? Have you been drinking? I'm not sure. Can you tell me a couple of most famous names? Ólafur Stefánsson. Ólafur. Guðjón Valur Sigurðsson. Sverrir Þór Sverrisson. Sveppi, do you know him? No. Oh, he used to play in the corner. Maybe Stefánsson a little bit, yes. But it's a widespread name. But it's very lucky for you Croatia people that Ólafur Stefánsson is not playing on this tournament because he was injured. Yes? Yeah, so lucky for you. Is he a young player or a... No, he's old, but he's very good. Yeah, he's 36 or 37. But is handball, is it popular in Croatia? Yes, it is. Okay, very popular. Yes, everything that gets results here gets popular. So okay. Hockey is pretty new here. It's getting big now. Yeah. Okay. So in that order, football first, then handball probably. Handball number 2. Yes. Okay. So, yes. Are you a gambling man? I am. Yeah. This is a long conversation. Maybe you should come to have supper and we can talk. What food do you have? I really like good food. What food do you serve? Well, all kinds of food. Some modern version of Croatian dishes. A lot of meat, good meat. Okay. Do you have rabbit feet? Some fish. No rabbit. Frogs? No rabbit. Sorry. Snails? We have beef and veal, duck. Oh, duck. Okay. And lamb. And lamb. Okay. I bet if you're a gambling man, I'm ready to bet you 1,000 kroner that the lamb from Iceland is better than the lamb from Croatia. I bet it is. I bet you. I bet it is. I bet it is too. Bring some over so we can try. Okay, I'm gonna come over and eat with you. What's your name? Tigomir. Tigomir? Yes. Are you a drinking man? Well, not too much. I drink wine. When were you last drunk? Sometimes. Well, I can't remember. Okay, were you that drunk? I was. Okay. My kind of man, gambling man and likes his drinking. You have to take Janúarblöð, then you don't drink in January. I enjoy life. Easily, but enjoy it. Yeah. So you're not going to watch the match tonight, and you think Croatia is going to win? Yes. Okay. Well, I wish you all the best, but I think you're up for a loss. I wish you nothing of the best. Yeah, we wish you the best, but not the Croatian handball team. I hope you have a good life, but not the Croatian handball team on this tournament. You too, thank you, bye. Okay, bye. Thanks, bye. Herri, já, þetta var eðal maður hann á ferð og... Þetta var algjör meistari. Já, ég ætla að geima þetta númer hjá hann. Ég ætla að heyra oftar í hann. Hvað hét hann áttur? Vagermít, segir. Nei, eitthvað svona Dugomír, eitthvað svona Dagomír, eitthvað. Dagomír. Það er bara eins og nafni, veist, World of Warcraft eitthvað. Dagomír. Já, ég nefnilega, sko, við hefum nú hringt áður. Við hringt til Þýskalands, hringt til hérna Bandaríkjana. Aldrei svona almennilegir. Fáum alltaf skít. Já. Og þessi bara svaraði öllu og hann var ógeðslega góður að því. Já, ég held akkurat að þetta er þau aukt. Ég held að maður myndi lenda á einhver svona keðjureiknandi manni sem myndi ekki nennan að tala við okkur. Þetta eru fordómar í okkur. Kannski er Austur-Európubúar bara miklu betri en vestræni heimur. En allavega þá veitum við það að fólk í Króatíu er spennt fyrir handboltaleiknum í kvöld því hann vildi meina að handbolti væri næst vinsalasta íþróttin í kvöldi. Ég held eiginlega með Króatíu eftir þetta símtal. Rollegur. Herðu, fáum smá Óris. Kanye, Jay-Z. Alvörulega þarna farið Óris með Kanye West og Jay-Z en það er hins vegar komið að því að við Björn Bragi gefum aðeins hérna í þessum þætti. Já. Því að það er komin tíma að gefa bóndadagspakkan. Og sælla er að gefa henn að þykja. Það er hárrétt, en núna mega hins vegar bara konur hringja inn í 511-0957 því að það eru konur sem mega að vinna henn að pakka fyrir mennina sína. Þannig að ef að þú ert karlmaður á línu þá skellum við á þig, en í þessum pakka, þetta er endar veglegur pakki. Það sem við erum að fara að gefa núna er út að borða fyrir 2 á veitingastafnum Uno Vingólfstorg. Nice. Bóndadagsvöndur frá Garðheimum ásamt hádegisverði fyrir 2 í Spírunni. Spírani bístróstaðist, það setur í notalegri gróðhúsastemming og annarri hæð Garðheima. Svo er það gjafabréf frá Herrahafnarfirði, dekupakki frá snyrtistofunni Systrasel sem er á Háleitisbraut, gjafabréf í baðstofuna Laugum og... Jesus. Já, og svo... Verðum að gefa þetta?
Já, þetta erum við að fara að gefa núna og... Getum við ekki brátt þetta sjálfur, við tveir? Ég væri til í það. En eins og ég sagði, þá mega bara konur ringi núna og verður ekki að hafa eitthvað, má bara hver sem gefið við bara fyrsta. En manneskjan verður að vera með hreint sakavottorð, getur synt fram á það. Ja, við skulum allavega spyrja af hverju náðu að skilja. Við skulum ekki draga þetta neitt, en maður sjá FM95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú, vinkona? Ég heiti Linda. Linda, komdu sæl og blessuð. Átt þú mann, Linda? Já, ég á mann. Til hamingju með það. Hann æðislegur. Hvað maðurinn gamall? Hann pluss 30. Pluss 30, ok, en þú? Já, ég pluss 29. Pluss 29, ok, þú bípaði bara. Já, bípaði á allt, þetta var professional. Já, ég var næstu búin að skella á mér. Ok, en ég Eru þið með hreint sakavottorð? Já. Ok. Hefurðu, sem sagt, hvenær bóndadagurinn, veistu það? Hann aldrei á föstudaginn. Hann á föstudaginn, gefurðu manninum alltaf eitthvað bóndadaginn? Já, ég nú alltaf að gefa hann eitthvað. Já, ok. Ég hef aldrei fengið neitt á bóndadegi, held ég. Það ekki? Nei. Við vorum að lesa þráð á Barnaland áðan, þar sem að konur voru að tala sko, kallmenn og það bara, þeir voru allir svo mikli skítælar. Er hann góður, þinn maður? Já, hann er góður á konudaginn. Hvað gerir hann? Bara á konudaginn? Hæ? Nei, hann er allar dagar góður. Ok. Við hvað vinnur hann? Hann? Já. Hann er viðskiptafræðingur. Viðskiptafræðingur? Ok, hann er atvinnulaus. Nei, ok. Herðu, já, eigum við ekki gefið henni að pakka? Það er alveg æðislegt, þá viltu ég fara þessu út. Já, þú heyrir líka á röddinu að þetta er góð kona. Já, nákvæmlega, herru, ég er að taka niður númerið hérna hér. Já. Og ég ætla svo bara að ringja í þig rétt og eftir og útskýra þetta allt saman fyrir þér. Frábært. Herru, til hamingju með þetta og getur glatt manniðinn. Já. Herru, glæsilegt, takk, bye. Já, bless. Herru, þetta var ekki mikið flóknar þetta var, bóndadagspakkin í dag og þá erum við búin að gefa hann, ég var að taka einn óöpinn sem mistaði á honum. FM95 blöð, góðan daginn. FM95 blöð. Já, góða kvöldi. Góða kvöldi. Herru, veistu að við vorum að gefa pakkan? Nei. Jó, spáðu hvað óöpinn, það ég tekið þig og undan, þú varst þarna við hliðina á línunni. Þetta söks. Já, þetta söks. En svona þetta, við kentum munum all. Takk fyrir að hringja. Ekki volið. Ok, bye. Herri, já, þá erum við bæði búin að Þú fer bara til helviti, sér þetta. Ein heppin og ein óöppin, herrið fáum stuttarauðlýsingar og komum svo grjótarðir aftur. Við ætlum að heyra hans í Loga Geiss og ræða við hann leikinn og spyrja af hverju í fjáránum. Hann er ekki að núti, ég heldur reyndar að vita, það er öxlinn á honum, en heyrum hans í hann. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins. Í beinni útsendingu alla laugardaga. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardugum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Konur, takkið eftir. Næstkomandi föstudag er bóndadagurinn og ætlar FM957 að sjá til þess að þið gefið kallinum hinn fullkomna bóndadagspakka. Einu sinni á dag, alla þessa viku munum við gefa bóndadagsgjöf sem að inniheldur út að borða fyrir 2 á ítalska veitingastafnum Uno. En Uno er einn af heitari veitingastöðum landsins í dag. Blómvönd frá Garðheimum ásamt hádegisverði í spýrunni á efri hæð Garðheima. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði svo að kallinn verði nú almennilega dressaður. Veglegan dekurpakka frá snyrtistofunni Systraseldi. Og gjafabréf í baðstofuna í Laugum sem að gildir fyrir 2. FM957 hjálpa þér að vera góð við kalliðinn. Heiðar Austmann verður með tilboðsklukkan á sínum stað í þessari viku. Alla daga milli 14 og 16 verður magna tilboð í eftirfarandi verslunum. Ver og móta, Outfitters Nation, Jack & Jones, Selected, Vila og barnaháttaversluninni Name It. Á hverjum degi tilkynum við nýja verslun sem verður með ótrúlegt tilboð af völdum vörum. Fylgstu vel með tilboðsklukka Heiðars Austmanns alla virka daga milli 14 og 16. FM957, það borgar sig að hlusta. Hæ, ég heiti Brynjar Már. Passaðu hvað þú segir. Ljót orð meiða. Stöndum saman gegn einelti. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Nú er mögnuð útsala í hátækni. Sjónvörn, GSM-símar og alls konar græjur á frábæru útsöluverði. Útsalan stendur stutt yfir, svo þú skalt mæta strax í dag og gera góð kaup. Komdu á útsölu í hátækni. Ármúla 26. Þú þarft ekki að eiga allar græjur til að kíkja í Bláfjöll. Nýjar og góðar skíða- og brettagræjur til leigu í Bláfjöllum. Komdu, láttu verða að því. Skíðasvæðin. Boltavakt í beinni viðtöl fyrir leiki, umfjöllun leikina, staða í riðlum og næstu leikir. Fylgstu með íslenska landsliðin í handbolta á EM-vefnum í sportinu á Vísi.
EM í handbolta sýndur á risaskjám á English Pub. Láttu sjá þig í alvöru stemningu. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Langar þig að gera eitthvað nákvæmlega núna? Hjá hraðpenningum getur þú fengið 10 til 40.000 krónur svona. Sendu SMS-i 1917 eða kíktu inn á hraðpenningar.is. Hraðpenningar.is. Nákvæmlega núna. Pítupartí á Pítunni. Pítan. Alltaf fersk. Viltu verða förðunarfræðingur? Nýtt námskeið hjá Airbrush og Makeup School hefst 23. janúar. Nánari upplýsingar á airbrush.is. Airbrush, framtíðin í förðun. FM 95 Blö í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredía.is. Þú ert að hlusta á FM 95. My heart skips a beat. Þetta söngvari sem heitir Ollie Murs og ég veit fyrir víst, þar sem að ég American Idol og X-Factor lúði, að hann sló í gegn í X-Factor í Breitlandi og lenti þar held ég í 4. sæti á sínum tíma. Það held ég nú. Yes, ágætis lag hjá kappanum. Þið eruð sjálfsögðu að hlusta en þá FM 95 Blö og ég held að það sem að flestir eru að ræða núna landsleikurinn í kvöld. Herðu, Logi Geirsson svaraði ekki? Nei. Hvað stælar það maður? Hann svo upptekinn. Já, rosalega mikið að gera hann alltaf. Já. Hann þarf alltaf dags fyrir það þegar hann alltaf komið í þáttinn og... Já, kannski að því hann býr hérna einhvers staðar í Grænlandi. Já, hann býr hérna á Suðurnesjum, tekur smá tíma fyrir hann að koma. En, herru, þú ert mikið á Facebook, Björn Bragi. Já. Og ég var að hugsa, sko, eins og ég var að segja, í janúarblöð, þá er ég svona aðeins meira á Facebook helgar. Ég seti ekkert mikið á Facebook, ég slatta. Ég með þetta opið hérna fyrir fram með og meðan við erum að tala saman. Já, líka leið og kemur í vinna. Þú ert líka svo leiðilegu við mig á milli, sko, þú bara í kynningum, svo þegar þú búin að segja eitthvað, þá bara ferði eitthvað að gera annað, þannig að ég bara, þú veist, ég verði að hafa eitthvað að gera hérna. Já, en meina, ég held að ég hef aldrei farið inn á tjatti það mér á Facebook á þess að ég sjái þig þarna í einhvern jakkafötum með hund. Þú ert mjög mikið á Facebook og það er ekki að skamast yfir það. Af mörgum kallaður Facebook Björn, en hérna... Facebook prinsinn. Já, Facebook prinsinn. En ég var að spá, ég var að skoða hérna, við höfum mikið rætt náttúrulega Facebook hérna í þessum þætti, þegar þú veist, það eru allir inn á þessu og við erum með netmisnotkun og annað. Hvar liggur lína? Nú ert þú í hamingjusömu sambandi. Stormasömu og ofbeldisfullu sambandi. Já, og hamingjusömu og fallegu. Sko, hvar stoppar væmnin? Skrifað þú til dæmis hjá kærustunniðinni saknaðin krúsimús, hlagt til að sjá það á eftir? Til dæmis þú ert í vinnunni og ert á leiðinni heim? Nei, ég geri það ekki. Ég var einmitt, síðast að komment, ég var að kommenta á mynd hjá hana og var að setja mynd af sér þegar hún var lítil. Ég skrifaði Eiríkur Hauksson var að hringja og vildi fá hárið sitt aftur. Já, ok, þannig þú ert meira að grínast í kærustunniðinni þegar það kemur á Facebook. Ég náttúrulega bara skíthæll, skilur. Já, en þetta mjög algengt, þar sem maður sér, sko, fólk verður að setja inn hjá magasínum. Já, ég er sammálaður, ég hata það, sko. Sæta mús og svo verður að setja lög, elska þig og setja svona eitthvað ógeðslega flott lag. Já. Ég er bara svona að spá hvar maður dregur línuna, sko. Já, mér finnst þetta ekki gott sko að vera og væmin á svona fyrir allra augum og líka, svo líka eitt í þessu þegar maður sér fólk posta einhver á vegginn hjá vinu sínum, einhverju sem á svo innilega að vera í skilabóðum sko, sem á að vera private. Nákvæmlega. Af því að veggurinn bara, þú vilt að allir sjáu það sko. Já, sumir eru, sko, ég er með nokkra týpur og sumir með margir af þessu fólk sem ég þekki ágætlega. Sumir eru mjög grimmir á Facebook og tjá bara allar sína skoðunir og tilfinningar inn á þessum vef og higg ekki við það. Já, allt bara leið að fá einhverja hugmyndi eða pælingu eða einhverja skoð, finnst eitthvað eitthvað. Já, líka bara eða eru reyður út í eitthvað eða svona, stundum á það alveg, láta kjört liggja sko. Já. En það en hvað myndur þú segja að því að líða langur tími frá því að til dæmis að þú byrjar að hitta stelpu þar til þú setur in a relationship á Facebook? Vá, það er góð spurning. Ég er náttúrulega, þú veist... Samkvæmt könnun í Bandaríkjunum, 2,5 mánuður. Já, en svo eru pör sem hafa verið bara mjög lengi í sambandi og er ekkert in a relationship á Facebook. Nei, nákvæmlega. Hvað finnst þér það? Það finnst mér sorglegt. Er það ekki? Jó, það er bara, það er eitthvað rangt við það. Já. En skammast þau sín eitthvað? Já, svo er líka alltaf pínu sorglegt sko ef að finnst þér til dæmis, ert þú með mynda þér og kærustunni saman stundum? Í prófæl? Ég er rosa lítið duglegur að skipta prófílmyndir sko. Já, en þú ert aldrei með ykkur tvö saman? Kannski ekki. Er hún með ykkur tvö saman stundum? Já, ég kíkja á það. Já, er það ekki svolítið ósangjant?
Hvað vilt að ég sé eitthvað? Ég er svo mikið grínari. Já, þannig að þú vilt, þú veist, þér alveg saman að hún sé með myndað eitthvað sem saman en þú getur ekki launað henni það, Björn? Hérna er ein mynd af okkur saman, sko. Já, henni. Hjá henni? Já. En mitt er meira svona ég hérna með félag mínum og held á hníf og ég með einhverju stóru svíni. Mann í svínabúning. Já, þú ert svolítið í flippinu en hún er ástfangin. Það er basically það sem þú segja. Ætla ég aldrei að þroskast? Þetta er eitthvað sem er búið að spyrja mig í mörg ár. Herðu, fáum afmælisbarn gærdagsins. Þetta er spilað fyrir Hödda, Hjöppa, Egil og einhverja 3 aðra nóti. Og mig líka. Sem að dyrka þannig mann. Hvað með mig? Hann var 31 og sig gær. Pitbull. Spilað fyrir þig af því að þú ert tvífarans. International Love. Það er tónlistamæðurinn Pitbull sem að tapaði fyrir Guns N' Roses í flottulagakeppninni í okkur Hjöppa síðasta fimmtudag. Ég var gríðarlega ánægður með þau úrslit. Klukkan er að renna í 6 og við verum að ljúka okkar vakt hérna, ég og Björn Bragi. Hvað ætlar að gera? Ætlar ekki að horfa á landsleikinu eftir? Sjálfsög. Ég ætla að bruna heim til mömmu, fá mér geta. 10 mínútur yfir 7 byrja leikurinn fyrir áhugasama. Ég held að horfi nú flestir á það. Það er mikilvægt að byrja vel til þess að fá svona allt af stað hjá íslensku þjóðinni. Við þurfum oft svona sigur eins og móti Króatíu. Þá er allir orðið mjög spenntir. Það var ekki mitt hérna þegar við unnum bronsið á EM, hvað, 2010. Þá töpuðu þeir að gera ykkur 2 jafntefli í byrjun og allir bara, þetta er búið, sko. Og þá var, þú veist, það var svona fallir farar heildæmi, sko. Já, þetta er samt, sko, það væri ríkilega gaman að byrja á sterkun sigri í kvöld. Mjög gott, það væri mjög gott. Já, leiðilegt að vanta náttúrulega 2 góða menn, en erum við ekki konum með ágætis breytt þarna? Þurfum við ekki að veðja hérna eitthvað okkar á milli hérna? Jó, ég segi að Ísland vinni með 2. En þú? Sko, mér langar auðvitað líka að segja Ísland, en verði ekki að segja Króatía að þú segir Ísland? Nei, þú voru að segja hvað er vinnið með mörgum. Já. Það er veðmáli, og svo bara, þú veist, það nullast út ef við korrut. En má ég ekki segja Króatía vinni? Jú. Og það líka. Ok, ég segja Króatía henni. Ok. Herðu, við þökkum kærlega fyrir skemmtilegt að í lokin. Þökkum kærlega fyrir hlustum. Við erum líka veðið på 100 skall, sko. Já, nákvæmlega. Nei. Hvað er stærsta veðmál sem þú hefur gert, Björn? Ég laði einu svona 20 skall undir á Betsson. Það voru 7 leikir. Allir rétt nema síðasta leikurinn. Já, settur 20.000 á 7 leiki? Já, ég hefði unni 150.000. Þetta var svona öryggi leikir, sko. Já, ok, það er bara ekkert öryggt í þessu. Það er málið. Trúðu mér, er einhver að tala betri reynslu þegar að gefa mér að gambling? Það er ekkert öryggt í þessu. Nei. Og hvetjum við alla hlustendur til að fara mjög varlega þegar að gefa mér að veðmálum, en... Þetta er drikki og spilaþátturinn FM 9 blöð. Nei, janúarblöð. Sjálf að verja feskur. Ekki tildrykja í mínum líkama, en Björn Bragi, hann hins vegar klúðraði þessum helgina, fór á fyllir í ætla að vera edru allan janúar. Gataði ekki. Að því að djammi snild. Já, herðu, en við minnum, ég minna á þáttina morgun. Þá verður Sveppi Krull hérna með mér og Baltasar Kormákur ætlar að koma til okkar í spjall. Já, það verður bara ódýrt á morgun. Já, ódýr pakki, en ég ætla að reyna að fá hann til að hringi í Mark Wahlberg í þættinum. Ég held að það getur verið gaman, menn þeir eru mjög góði vinir. Já. Og veist, ef mjög góði vinur minn var einhver Hollywood-stjarna, þá myndi ég ekki hika við bara, jú, ég skal hringja hann, skilur. Sko, nógu töff að fá Baltasar á morgun. Já. Ef þið hringið í Mark Wahlberg, þá er þetta flottasti gest í FM 9 blöð. Já, það er samt eitthvað sem segir mér að Balta öðru segir, nei, er ekki lagi með ykkur. En við munum reyna, en það er hins vegar ýmislegt sem við Sveppi viljum spyrja Balt út í, hann á vinsælustu kvikmyndinni í Bandaríkjunum, þannig að stillið þið á FM 9 blöð á morgun, ekki missa því, ásamt að náttúrulega hitagleðun og fleiri sterkir liðir. Já. Þannig að við bara heyrumst eldhress á morgun, við viljum enda þetta á Muse með laginu Resistance, hafið það hrikalega gott í kvöld og áfram Ísland. Adiós. Samnefndri plötu sem við sendið frá sér, hvað var það ekki, 2010?